Þú ert að hlusta á 2 kalla. Hér eru þeir, Þorsteinn Vaff Einarsson og Haukur Bragason. Sælir sem öll, Já, hér eru þeir maður. Og áhörður ærast af fögnuði. já. Ég vil þetta fyndið maður. Heyrðu, Já, já. við vorum með smá pælingu. Við? Já, Ég og þú? já. Við ætlum að segja hlustendum aðeins frá. Ok, segðu mér. Ég er bara að ákvæða hvað við erum að pæla. Nei, við vorum með smá pælingu. Og það er að halda við erum með þátt í beinni útsendingu. Ég má gleyma því. Já, við ætlum að gera það svona á næstunni. Já, upp á sviði og fá hérna alla svona leiðtoga í miðflóknum. Já, Og Sólveigu Unnu. og vel valda einstaklinga úr nasista Twitter. Nei, hérna Við erum ekki það lasnir. Við ætlum að vera bara hérna en við ætlum að hafa þáttinn live og hlustendur, það verður ekki hlustendur dagsins, það verður bara hlustendur dagsins svo getur bara hringt inn og bara, getið þið lest þetta hérna fyrir mig á 5 mínútum. Þetta er annarkvort stórfengleg eða skelfileg hugmynd kemur í ljós. Já, við möttum aðeins útfara sko. Þú veist, ég hugsa að geta alveg svona kannski 5-10 hlustað live. Já. Og allir hringtu tvisvar. Nei, við ætlum nú ekki bara að gera það. Nei, við ætlum líka að vera á okkur frekar ömulegum tíma, það ekki? Bara ekki brá. Ætlum að vera með miðnætti þátt eða? Við möttum að pæla í þessu. Já, en sko miða við að sko við gefum út þátt á miðnætti Já. og þú veist, Aðfara nótt 50-dags. já, Já. og að því ég er með þrá ekki fyrir hlustunartölum og svona Já. þá ég er stundum bara þú veist, það er bara 150 búin að hlusta bara strax Já, nóttina. ég veit ekki hvernig fólk er að gera það. Nei, það er svo svolítið skrítið. Nei, þú veist, það er bara, þátturinn kemur út Já. og það er bara strax eitthvað 150. Já. Ég fatt það ekki. Nei, ég skil ekki. Er hægt að vera með stilt bara eitthvað svona og þú fær bara svona ping í símaðin þegar þú fær nýjan þátt í ykkur podcasti? Já, en þú veist, ok, Er það hægt? Nei, ég held ekki. Ok. Þú veist, ég veit það ekki. Ég hlusta rosa lítið á hlaðvörp. Já. En hérna Svo kannski breytist þetta bara núna af því að við vorum alltaf með mánudaga, skilur. Fólk er að starta vikunni. Já, núna bara er enginn að hlusta. Fólk vakir kannski svolítið lengur aðfóra mánudags, það er svona aðeins búið að snúa slóninu við. Þetta er leðilegu tími, sko, að gefa út á aðfóra nótt 5, sko. Það er ekki spes. Það er rosa leðilegu tími. Við fengum aðtöðarsendum að við varum komnir í samkeppni við Boga Ágústs. Podcastið hans er á 50 dagum, sko. Já. Erum við maður til að vera í samkeppni við, sko? Já, ég hef nú ekki séð að sé hvað heitir aftur hann að grafið? Diagram? Nei, hvað heitir þetta? Já, það er svona sniðmengi eða? Já. Við séum með mikið sniðmengi með honum Boga. Nei, ég held ekki, sko. Ég held að það sé einn. Já, ég held að það sé einn nefnilega. Já. Sorry. Já. En hérna... Og það er rödd þáttarins. Já, rödd þáttarins. Svo við erum að prófa hérna. Ég segi ykkur endilega hvað það finnst við erum að prófa þess hérna. Þetta er náttúrulega vanur maður útvarpinu. Já, náttúrulega. Sko, Gísli Björgvin, ég hlustaði aðeins á þáttin ykkar, sko. Já, hérna 36 eða 7. Já, það sem að er útkall. Já, Það sem að þú varst ekki. Nei, hérna, ég man bara ekki hvort að þið töluðu það, en það er ekki til lífsreyndari maður en hann. Hann hefur prófað allt. Bara, hefur verið á sjó. Sko, ég reyndar ekki verið á sjó en ég hef verið eitthvað, þú veist, þá er henni eitthvað tengt sjó. Já.
svo er hann, þú veist, hann, í alvörunni þið Ég- geti sennilega ekki nefnt neitt sem hann hefur ekki prófað að gert og hann er ekki 60, hann er valla orðin 30 hann er orðin 30 hann er ljúga helmingnum að þessu held ég. Nei, hann er nefnilega alveg ótrúlega heiðalegu maður Veist hvernig Akureyringar eru? Já, þeir eru undar hraðlífnir sko þú veist, það er alltaf rosa gott viður á Akureyri einmitt, það er því þið eru alltaf að ljúga Já, það mist allavega, já fari í bara eitthvað já, ekki Eitthvað dagsins. Er það ég? Það er þú? Komstu undirbúin með trúnó? Varstu betur að ég myndi vera með það? Því þessi sklúður Oh my god Ég var alveg búin að plana það sko ég bara, Já, búin að gleyma varstu bara ránað með rödd þáttarins Já, Já, ég er bara þróðfyllt í munnuna nammi tilbúin að hlusta á því Æja, herru hvað með það? Eitthvað dagsins er Veganismi Ok, og, við erum með myndið að bóla vegan nammi jú, mikið rétt og sko þetta er svona pínu flétta Já, að því nú er ég vegan já, þannig ég ætla að bæða að flétta svona hvernig veganismi getur átt samhljóm með feminisma já og flétta svona aðeins minni persónulegu sögu inn í þetta Ok, það er að segja að veganisma en allavega, sko, veganismi og ég er svona aðalega bara að tala um þetta út frá er græmmetisæta íslenska orðið? Það er vegetarian Er það rétt skilja hjá mér? já, sko íslenska orðið yfir mannski sem er vegan er í rauninni grænkeri Það er ekki gott orð ég er aðeins farin að venjast í sko mér fannst það Já. umrætt fyrst Ég er ekki hrifin að því Nei. En það er yfirleitt En það er íslenska orðið sem sagt, þið eru vegan já, og þegar að vera að tala um sko vegan mat þá er oft talað um grænkera matur Já, en allavega, veganismi, ég nota bara vegan og veganismi er lífstefna hvað? ég bara hugsa sko Ég held að fólk átti sig ekkert á munnum sko Á hverju? Vegetarian og vegan Nei, þá skal ég bara útskýra veganisma Sumt fólk held ég að sé ekki alveg með það reyna Nei, ég skal bara útskýra veganisma þá kannski segja það sig eitthvað Já. Ok, Já. En er ekki betra að ég Sorry ef þú bara Ég þegir ætla að setja hérna vegan nammið upp í kjáttin af mér og bara þegir Já. Veganismi er sem sagt lífstefna getum við kannski sagt sem gengur út á að sneiða algjörlega eða eins og mögulegt er framhjá öllum afurðum og nýtingu dýra hvort sem það er matur, fatnaður, snirtivörur sem gera tilraunir á dýrum eða bara einhver önnur nýting dýra En það er með gældir það nefnilega, svo eru svona hvað segir maður? Kraftsvæði Já, og það er klárlega ekki það samræmist ekki vegan lífstefnunni að eiga til dæmis hreinræktaðan hund það Nei. er ekki hægt að segja að það sé vegan Nei. en hins vegar að taka við hundi sem að ég veit það ekki, er heimilislaus eða eitthvað, þú veist hvað? Eða er hent út úr bíl á Vesturlands Já, einmitt þú veist, það aftur á móti samræmist miklu frekar stefnunni en aftur, sko að því að ég og bara vegan fólk fær svo oft spurninguna mátt þú borða þú veist, eitthvað svona, betur mátt þú Samkvæmt trúariti þínu já, og bara, þú veist, ég má gera whatever, þú veist, ef þú ert vegan þú mátt gera allan fjandan sem þetta er í hug en þú veist, ég, hvað sé að gildismat mitt samræmist þessari lífsstefnu eða þessu lífsgildi að sneiða algjörlega eins og bara Eins og þið frekastir und já, Já, og sérst, pointi hérna er að
þetta snýst ekki bara mat og það er líka oft eitthvað sem fólk svona miskilur að veganismi eða það að vera vegan þýðir þá að maður borði bara vegan en þetta er allt sko Föt já, þú veist, leður skór ég man sko Herðu, ég veit um einn þú ert svo sem já, vildi ekki fá far í bíl af því það voru leðursæti í honum já já, þá, af því að þá var ekki vegan fyrir hann að fá far já Nei, Þetta er svona frisbeególfari já, ok svona frægur sko Jaha. Nei, ég meina, svo bara sem er endar hægt að vera vegan Já, vá, hvað það er áhugavert Já. En allavega, hvað var ég að fara með þetta? Ég veit alltaf að ég sláði oft út á læginu í kvöld Já, miskilningurinn liggur oft í því að þetta sé bara mataræði sem að þetta er alls ekki að þetta snýra öllu og aftur þetta snýra að því að ég vil gera mitt allra besta til þess að taka ekki þátt í hvað ég segja eftirspurninni eftir þessum afurðum og það sem ég ætlaði mitt að segja með leður skó til dæmis þá fyrir nokkur mánuðum þá var bara ógeðslega erfitt að finna skó á Íslandi sem að voru vegan eða semst voru ekki með neinn dýraafurðum það var bara eiginlega vonlaust og einu sinni ætlaði að gefa Huldu Spari skó bara glemdu því sko Já. En núna er það munalgengara og það er auðveldara Er ekki Spari sko alltaf meira að minna eitthvað þú veist þú getur fengið leður og getur fengið svona pleður Jú, pleður ekki vegan? Já Er eitthvað svona lím eða eitthvað sem er með eitthvað hestahófum eða eitthvað djöflunum? Nei, ekki svo ég veit allavega en ekki almennt en síðan er sko þú veist síðan er maður kannski svona rigid hvað maður segja ósveganlegur eða svona bókstafstrúa eða eitthvað svona til að byrja með held ég og ég man til dæmis að því að nú verður Hulda sko vegan þú veist hún er búin vegan í 10 ár ég er 5 ár og dóttur okkar er sem sagt eldri dótturinn er 8 ára og hefur verið sem sagt vegan allar sinna tíð en fær bara frelsi til þess að velja í rauninni hvað hún borðar þú veist, að því að stundu langar henni bara í mjólkurís eða er í ammali og þú veist það er bara hún velur en allavega, til að þegar hún var svona minni á leikskóla að þá keyptum við alveg ullarvörur bara því að það var ekki til neitt sem að við gátum verið vissum að henni yrði ekki kalt þegar hún færi út bara eitthvað 2 ára smábad skilur bara við gátum ekki hugsa okkur það þannig að það er svona alveg smá eitthvað svona sem að maður lætur slæta af því að bara, hvað ég segja umhverfið bara býður ekki upp á neitt betra fyrir okkur En nú er ég bara að tala bara frá þinni hugsjón skilur við er munur á því að fara og kaupa nýja vöru úr dýraafurð nýja ullarvettlinga eða að fá notaða ullarvettlinga úr einhverjum póka í fjölskyldunni eða skiptir það í engum máli? Er það notkunin sem að sko alveg 100% að fara út í búið að kaupa það er klárlega ekki í samræmi við þessa lífstefnu en síðan er bara svona skiptar skoðanir ég meina, ég man til dæmis og ég svari svo svona óbeint að þá semst þegar ég er að transitiona algjörlega úr ekki vegan í vegan þá átti ég náttúrulega ennþá fullt af fötum sem voru, þú veist, með einhverju og ég hugsaði dúnúlpu til dæmis eitthvað rándýrt ég hugsaði, ég er ekki að fara að henda henni sko ég er ekki bara að fara að henda henni, það er ekki ábyrgt þannig að, en sumum bara líður illa með það en sko, aftur, þá bara hvaða sjónarmið vega þyngra Ég nefnilega þekkt eitt sem að var sko í þungarokksenni átt að sjálfsögðu svona bækar leðurjakka sko en svo var hann vegan hann gekk í honum með mörg ár sko og hann hugsaði bara, eða þú veist ég spurði neitt um hann hugsaði bara, þetta dýr er ekkert að vera að lifna við þó ég losi mig hann að leðurjakka sko þetta er bara búið að gert en ég er búin að kaupa hann sko en ef þetta sjónarmið ætti yfir alltaf ganga þá náttúrulega ef þú farir út í búið, það er búið að drepa kjúklingana, það er búið að drepa þú veist, skilur, en þú ert að viðhalda eftirspurninu og það nota eitthvað sem að
þá er að tala um eins og þetta leður eitthvað skilur það er kannski annað að því að ef að þú ert alltaf að fara út í búð að það er hvað sem er búið að drepa öll þessi dýr og ert alltaf að kaupa þau þá ertu að annað eftirspurn já, það er kannski smá munur samt sko. Það er búið að drepa þau af því að það verður að selja þau núna sko. Já, og af því að það er verið að selja það svo mikið og af því að það selst og af því að þú kemur og kaupir það en ef þú ert ekkert að koma og kaupa það þá er það ekki mælanlegt eitthvað Þórður fór og fekk gamla leður eitthvað hjá ykkur dánabúi skilur en aftur bara, þetta snýst að gera sitt besta og svo verður maður bara að fóta sig í í þessu ég skal hætta nitpika nei, ég meina það er bara fínt og aftur, ég held að langflestir veganar sko upplifa sig vera svona ófullkomna og svona af því þetta er erfitt nei, af því að, þú veist eitthvað svona, er ég nógu mikill veganisti, þú veist er ég að beita mig nóg, er ég að gera nóg þú veist, og svo líka svipinu svolítið haldið að manni, sérstaklega til að byrja með, bara byrju já, ok, og keirur bara í svona bíl og já, ertu bara síðan á bensínbíl, eitthvað svona, en aftur maður er bara að gera sitt besta til þess að reyna að minnka, ef að segja þjáningu og hagnýtingu dýra og ekkert aftur, nú ætlum ég að koma að í rauninni samhljómnu milli feminisma og veganisma og ég týndi til svona, kannski svona 3 punkta og sem sagt veganismi er afstaða og í rauninni barátta gegn kúandi kerfi sem byggir á stigveldi þar sem að menn, eða maðurinn er yfir dýrunum dýrin eru undirsett manninum alveg eins og bara feminismi það sem að hann í rauninni er að berjast gegn kúandi kerfi sem að arðrænir og kúar annað fólk þannig að þarna er samhljómur í stigveldinu, að hafna þessu stigveldi og bara eitthvað Númer 2 er hlutgerfing og misnotkun og höfum það alveg að hreinu sko að því að mörg einhvern veginn, já ég borða voða lítið kjöt eða ég eitthvað, er að reyna að minnka þetta eitthvað að því meira sem þú veist því meira sem að þú opnar augun fyrir hvað þetta er hellað bara iðnaðurinn því einhvern veginn fellur af við samviskumanns held ég, allavega fólk sem er svona réttlætt stengjandi að taka þátt í að annað þessari eftirspurn og þá er ég að vera sko með hlutgeringu og misnotkun, þá er ég að tala um að við tökum eggin af hænunum við tökum mjólkina af kúnum þú veist, við erum að hagnýta, við erum að arðræna, við erum að misnota dýrum í okkar þágu, eitthvað sem að sko við þurfum það ekki við raunverulega þá getum við lifað án þess að fá egg og fá mjólk og ég veit ekki hvað, og þá er ég að tala um afurðir frá dýrunum að því að til þess að kú mjólki stanslaust þú veist, það er bara ákveðnu stigi sem að það er hægt þegar hún er nýbúin eignast kálf svo bara við höldum við þessu tökum bara kálfin alltaf tökum þetta alltaf, að því að við ætlum að taka mjólkina þú veist, þetta bara, ég veit ekki, þetta meikar ekki sens en aftur samljómurinn, hann er alveg eins og kallar sem vilja stjórna æxlun og fara kvenna þú veist, við viljum einhvern veginn stýra þessu og hafa eitthvað með þetta að gera og handmaid's tale og allt þetta og númer 3 þá snýst veganismi í rauninni að minnka þjáningu, minnka ofbeldi og svona snýst basically bara einhvers konar bara frið, bara fólk fá að vera í friði, fá að vera það sjálft eins og til dæmis fólk fá að vera í friði og dýr, feminismi, veganismi bara friður almennt og veist, þessi óþarfa framleiðsla og líka þá dráp á lifandi verum, veist, veganismin vill bara í rauninni að leyfa dýrunum að lifa sinni lífi að því að lausu ofbeldi, að því að það sem er oft sagt sko, já en ég meina hvað ég meina eitthvað, offjölgun og fólk var eitthvað að ágýra og allir myndi bara sneiða framhjá öllum dýrum, myndum að hætta að drepa þau og hvað myndi að gerast jörðin að dýr myndi taka yfir og eitthvað þá er fólk algjörlega að sneiða framhjá því að
þessi dýr og dýraafurðir sem við erum að neyta, þetta er man-made. Við erum að, veist, ég man ekki, þetta er ykkur, bara á Íslandi erum við að slátra sko tugum, ef ekki 100.000 dýra á hverju ári. Já. Bara kjúklinga, væntanlega, þú veist. Ekkert bara kjúlinga. Nei, ég er að meina, þú veist komin í þessa tölu bara þar. Já. Veist, ég skoði þetta með nautgripi og svín og eitthvað á lömb. Veist, þetta er sko magnið, það er sturlað. Og ég hef nú kannski átt að tína það til. Þetta er ekki náttúruleg fjölgun. Við erum ekki að grísa eitthvað stopp, bara engan veginn. Við erum að framleiða til að drepa. Og við þurfum þess ekki. Þannig að vegan fólk vill í rauninni ekkert að þessi líf verði til. Akkurat. Þannig að þau hata dýr. Já, þetta er þversögn þessum að þannig að hérna já, og sko bara þetta með sko meiri samkennd og meira réttlæti sem að er náttúrulega líka svona ákveðin lína í feminismanum. Undirtónn. Ákveðin undirtónn og fólki finnst ótrúlega óþægilegt bara þetta litla sem ég hef sagt og þegar ég er að tala um veganisma og drepa dýr og framlega dýr og hagnýta og arðræna og hlutgera og allt þetta þá fer fólk í vörn og það fer svona já en sko eitthvað fer að verja og þið sem gerir það kannski þú, ég veit það ekki að þetta er náttúrulega sama tilfinning og ansi margir kallar upplifa þegar er verið að tala um feminisma, þegar er verið að tala um misnotkun, þegar er verið að tala um kynferðisofbeldi, þegar er verið að tala um karllægni og karlmennsku, það er þessi tilfinning. Skilðu þig. Þannig að ég segi bara sitjum í þessu, það er eitthvað þarna og ég meina, og af því að ég lofaði smá hérna bónus í þessu fyrir hnýsna hlustendur. Já, ok. Og það er sko að auðvitað var ég þannig til að byrja með. Ég var þannig þegar Hulda verður vegan alveg á grillum fórsendum. Hefurðu heyrt þá sögu? Bara, það er eitt moment, það er eitt atvik sem verður til þess. Við erum út á Spáni og það er í fréttum að kópur, ég held að það verið svona kópur, svona barnaselur. Snorri? Ekki Snorri, eitthvað svona. Á Íslandi, Spáni? Nei, bara á Íslandi. Bara hérna í húsdýragarðinum. Hann slapp úr lauginni sinni. Já. Og það komum fréttum bara, herru. Og fannst eitthvað staðar út í raskati. Já, og svo bara fannst hann eitthvað staðar. Herru, sko fylgdi með í fréttinni. Hvað varð hann? Og slátrað. Starfsfólkið át hann. Og var það bara, ég er vegan. Já. Já, ok. Það í alvörinu var til þess að Hulda sagði, nei, þetta er rámt. Reyndar hafði hún í langan tíma og ég skildi það ekki. Við vorum með kannski hérna eitthvað bakaða kartöflur og hérna eitthvað græmiti og kjúkling í matinn. Þá borðaði hún eiginlega bara meðlæti og kroppaði aðeins í kjúklingin. Þannig að hún hafði aldrei verið mikið að borða, þú veist, þessa dýraafurðir sko. Og tók alltaf buffið af hamburgurum, bara mjög skrítin hegðun. Borða bara brauð? Já. Og sósu og græmitið löngu ára hún verður vegan sko. Þannig að þetta var kannski ekki eitthvað mjög erfitt en hún bara gerir þetta svona, bara á einum degi þá var hún bara, eiginlega bara alveg 100% vegan allan í mataræðinu, grænkeri allavega, mín vegferð er öllu svona erfiðari, hlykkjóttari sko, ég verð vegan 5 árum á eftir Huldu. Við erum náttúrulega saman allan þennan tíma og búum saman og við erum börn saman. Þannig að þetta er svona tvískipt heimili. Eldaðir þú alltaf þá líka? Ekki eins oft og núna, nei. Ok, þannig að þú veist ekki eitthvað lesa ykkur vegan matreiðslubækur og elda eitthvað vegan fyrir hana og svo varst þú að fá þér kjúkling. Jú, það var alveg þannig sko. En við kannski, það var meira 50-50 held ég það sem við eldum, skiptumst meira á. En þá var það, ég eldaði fyrir mig og stráki minn, þú veist, eitthvað fisk og bara hvað sem er. Og svo eldaði ég alltaf eitthvað annað fyrir Huldu. Þannig var það alveg í einhver tíma. En ok, sko ástæðan fyrir því að ég svona byrja að svona ætti ég kannski eitthvað að skoða þetta. Það er þegar
ég er á ráðstefnu í Svíþjóð eða eitthvað og er eitthvað að tala við Huldu Síman og hún segir mér frá einhverju gríni sem vinkonunnar hafi verið að gera veganisma eitthvað svona meira fyrir mig djók eitthvað og Hulda var eitthvað svona að lýsa hún var svona sár en hún fannst það svo ignorant og eitthvað og ég sko gerir lítið úr þessu og ég er einhvern veginn hálfpartinn að taka þátt í djókinu einhvern veginn á Þetta for every animal you don't eat I'll eat two já, að ég er svo harður kid já, eða bara, já, ég meina gott fyrir þig þá bara meira fyrir mig eitthvað en ég er með eitthvað svona take á þetta sem að í rauninni framlengir grínið og bara sæir hana ennþá meira í þessu símtali og ég bara gleymi þessu ekki ég bara svona fatta annarkvort í símtalinu eða eftir á herru fokk, hún er ekkert að grínast með hana veganisma sko Fattar það bara þá? Já, okay. Þetta er ekkert svona eitthvað svona hei, mér finnst þetta hlaup gott og svo breytist það Já þarna sá ég bara Það er ekki tímabundið smekkur Nei, þetta er bara raunverulega lífsskildi hennar grundvallast á þessu og hún alltaf elskar dýr nokkuð tíman miklu meira heldur en eitthvað annað í heiminum Já, ég er búin að vera að fylgjast með henni út í garði að reyna að bjarga ykkur í fótbrotinni gæs sem lendir öðru hverju garðinum okkur Nei, menna hún bara í alvörunni þú veist, hún er með ofvaxna samkennd bara yfir höfuð og sérstaklega eitthvað dýrum svona varnarlausu dýrum og bara öllum dýrum að allavega og ég svona, fuck, þetta var ekki gott Þorsteinn, eitthvað þegar ég sagði hana ávart í ykkur gríni, ykkur rembu og ég eitthvað svona, herðu, ég ætla bara að sína og ég sagði ekki við hana fyrst ég hugsaði bara, ég ætla að sína stuðningi verki og ég ætla bara að hætta að borða allt sem að er með svíni í þannig byrjaði þetta okay. Bara testa eitt dýr Já, ég reyndar vissi ekki að það er svínakjöt bókstaflega eiginlega í öllu sem að maður svona er að grípa sér Svínakjöt? Það er svín eiginlega í öllu Pilsum Já Pepperoni Já Skinku Já Eða eiginlega öllu hlaupi Gelatín Já, ekki kjöt Nei, svín Já, svínaafurðir Svín Bara svín einhver partur af svíni okay. Og þetta var bara svona Já, allt nammi er eiginlega bara farið sko. Liggur við Þannig að á einu bretti þá er ég að fatta og ég er úti þannig rástefnu og er að fara á hótelið þú veist, það er bara egg og bacon skilur í morgumat og eitthvað og skinka á brauðið og salami og eitthvað Hverjum aldrei er ekki bara hest Einmitt. Og ég bara þannig að þetta var alveg svona stökk þetta var svo mikið breyting hratt og þannig bara byrjar þetta var bara svona, ég ætla bara að peppa hana og svo líða hann einhver ár og ég svona, hvort ég tek út landdýr svo tek ég út sjávardýr svo tek ég út fugla eða eitthvað, þú veist, ég tek þetta í svona skömmtum og þangað til að það er bókstaflega ekki neitt eftir nema mjólkur afurðir það er eina sem er eftir Það er helviti mikilvægt sko. Nú hef ég orðið þeirra gæfu aðnjótandi að vera búin í mat til einhverju öðru hvoru Já og það er sko það er þessi ostur sem ég á erfitt með Já, venst þetta Já, og sko mér fannst þetta þessi kartöflu ostur mér fannst hann svona allt í lagi Já, sko ég er mikið fyrir ost sko. Já, sko ég get ekki sagt það vel eins og Hulda myndi núna segja við þig Nei. Ég ætla að reyna það Já Hún myndi segja svona einhvern veginn þannig að mér finnst bara naut mín til að borða eitthvað skipta minna máli heldur en líf dýrana af því að ég get snett fram hjá því en þetta spilar svolítið inn í það sem ég var að ég sendi einhvern mann svona spurningu á ykkur sem að var ekki nógu vel orðið og þeir skildi hann ekki og þannig að ég var sérst að meina sko þú veist, ég get ekki orðað þessa spurningu nógu vel, ég ætla að reyna það sko, þú veist með 3 möguleg scenario scenario 1 er bara svo staðan er í dag
það þarf x mörg dýr til þess að viðhalda kerfinu og alltaf fyrir vaxandi vantarlega, býstu við eftir fólki og fólksfjölgun og svo ertu með kerfið 2 allir eru grænmetisætur hvað þarftu stórt hlutvall af x mörgum dýrum til þess að viðhalda því kerfi og svo ertu með kerfið 3 allir eru vegan hvað þarftu mörg dýr til að viðhalda því svarið þarf vantarlega ekkert dýr til að viðhalda dýralausu samfélagi mannvana skilur við og það sem mér langar að vita er ef að upprunlega x-ið er 100 og scenario 3 er 0 hvað er scenario 2 sem sagt ef að við notum dýra afurðir dúnsængur ullavettlinga ostur og svo framvegis það er þetta sem ég langar svolítið að vita en það er svolítið erfitt að finna en það er klárlega auðvitað hlýtur að vera betra skref heldur en að viðhalda því að framleiða dýr og drepa þau sko, endalaust og ég held að því að þetta er ekki endilega absolutt, þetta er ekki endilega annarkost ertu vegan eða morðótt ógeð það er bara túlkun sko þannig erum við með 2 póla þetta er svo polarisirað þannig erum við með 2 póla og með 2 enda á skala bara það að færa sig aðeins í áttina að skárri endanum á skalanum er einhver ávinningur fyrir heiminn og ég sko, nú er ég bullandi vörd sko, að því ég er ekki vegan en sko við höfum alltaf verið að færa okkur nær og nær hinum þessum enda á skalanum og ég held að bara þú veist, ef að allt fólk í heiminum myndi stíga nokkur skref þá er þetta strax skárri ástand bara, þú veist, prófum að hafa þú veist minkur rauðakjötið prófum að elda vegan einu sinni í viku eða, þú veist, grænmetisrétti 2 daga í viku eða bla 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 þú veist, höfum frekar fisk heldur en þetta þú veist, það er allt skárra og það er ekki bara að tala þú veist, núna er ég náttúrulega ekki að tala út frá hvað að segja tilfinningarlegum sjónarmiðum ég er að hugsa þetta líka bara út frá umhverfinu út frá bara sko kolefnisspori út frá náttúruverndar sjónarmiðum og svoleiðis og sko ég held að bara einhver skref sko, skipta mjög miklu máli það þurfi ekki allir að verða vegan á morgun Nei, það er líka bara óraunhæft það er óraunhæft, en það er samt alveg nokkuð ljóst að við erum ekkert að vera viðhalda þessu kerfi endalaust sko Nei, og ok, ég ætla að enda þetta eitthvað á að sko fólk gerist vegan af mismunandi ástæðum og hvað maður segja, svona hreinasta, ég ætla að segja hreinasta formið af veganisma er bara samkenndinni með dýrunum þú veist, þú hefur það djúpa og innlæga og eitthvað mikla samkennd að þú vilt ekki með neinu móti skaða þig eða valda þeim þjáningu og svo er einmitt umhverfi sjónamið, réttlæti sjónamið þú veist, það er bara alls konar sjónamið sjálfbarni og eitthvað og ég held að það sem skiptir mestu máli bara til þess að þetta veri sjálfbært það er að finna hvar er þitt gildismat að samræmast veganismanum af því að annars er maður bara í lausu lofti svolítið, alveg eins og kannski með feminisma ég meina, veist, af hverju ertu feministi, hvað er það sem skiptir þig máli og þetta náttúrulega verður maður að gera og ég þurfti að horfast yfir það byrju, að því ég klárlega tek skrefið í vegan að vera alveg vegan og ég sagði náttúrulega við Huldu, ég verða aldrei alveg vegan sko, bara svo vitir, ég verða aldrei alveg vegan veist, það er bara fáranlegt hún er eitthvað, akkur prófar ekki bara tekur bara 1 vegan og þar ég gerði það ég var bara vegan skilur, af því að það var svo lítið eftir og ég bara fattaði hvað þetta er auðvelt af því að ég var búin að taka þessi skref
og mín svona, það sem ég held í er bara, það er í rauninni bara réttlætið. Það er bara, og ég er kannski svona, þetta er einhverju tendens mögulega, en ég hugsa bara ég get sneitt fram hjá þessu, ég get gert mitt besta í þessu, mér finnst það rétt, mér finnst þetta ránt, ég ætla að gera það sem að mér finnst það rétt. Ég hef alveg samkennd með dýrum, en þú veist, ég er ekkert eitthvað æskilur, ég græti ekki með dýrum sem að, eitthvað sem ég heyra af eða... Þú ert ekki grenjandi og eftir einhverju fótbrotinni gæs út allan bæ? Nei, ég finn svona en svo, þú veist, ég finn svona umhyggja gæsin, en svo hugsa ég menna náttúran sér þetta. Já. Þú veist, þetta er bara vill gæs, hún er bara... Náttúran er bara, hún er fucking hörð, sko. Já, og ég bara alveg eins og, þú veist... En það er náttúrulega ekkert sem við erum að gera til þess að búa til kjöt fyrir okkur sem er eitthvað náttúrulegt. Nei, það er langt í frá að vera náttúrulegt, sko. En já, þetta var svona fræðsla veganisma og blandu smá svona eitthvað. Blandu smá vörn frá mér. Já, en mér finnst þetta gott. Já, gott fólk bara situr með þessu og en ég ætla líka að segja, sko, að því að það er þessi samhljómar, þá tók ég þetta stundum fyrir hjá kallmennskunni. Já. Og það er ekkert sem að tryggjara jafn marga og ólíka einstaklinga eins og þegar ég fer einhvern veginn svona róttækt inn í veganisman á þessum miðli. Fólk varð brjálað. Gjössamlega. This is not what I signed up for. Já, líka bara, þú veist, hvers konar kjafta, þú veist, bara alls konar fólk. Já. Má ég enda þetta á gamansugu? Já, endilega. Nefnilega, þegar þú fórst að tala grænkera orðið, þá myndi ég eftir einu sem að þegar ég var sko meiri hálfviti í dag, þá átti þetta sér stað. Og þá var ég tók ég þátti að gera grín að veganfólki. Ég skil veganfólk mjög vel í dag, en sko þetta var örugglega bara í fyrsta skipti þetta var í annað skipti sem að eitthvað félag sem ég kann ekki nefna, eitthvað grænkera á Íslandi, bla bla, eitthvað svona var að halda eitthvað svona jólahlaðborð og það kom auglýsing frá þeim og hún var óheppilega orðuð. Það stóð eitthvað á þessa leið annað árlega jólahlaðborð grænkera félags bla 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 sem að við höfum beðið eftir með öndina í hálsinu. Ha? Já. Og ég bara, með öndina í hálsinum. Mér fannst þetta svo ógeðslega fyndið. Já. Þetta var í gangi, fólk var að senda þetta í, bara í árdaga Facebook á milli sín. Þetta var svo fyndið. Okay. Mjög fyndið. Já, fyndið. Já, trúnó. Ekki bara! Bíkó. Nú fara 2 kallar á Trúnó. Wow, ég var búin að gleyma að þetta var rosalegt. Var þetta ekki nett? Nú fara 2 kallar á Trúnó. Sko, ég er með listan. Þú getur ekki að velja eitthvað bara núna. Veit ekki alveg, sko, þú veist, það er svona... Ég bað juicy. Sko, oft er ég að reyna að velja eitthvað sem er svona kallast ágætlega á það sem þú varst með, sko, eitthvað. Nennir að hætta því. Annarkvort er ég að hugsa svona, já, það þarf að vera með eitthvað algjör andstæð eða eitthvað sem tengist pínu sem Ok, í síðasta þætti, Haukur, Já. þá sko ég var með berskjöldunar þingu eftir það. Ég gekk svo nærri mér. Ég er ekki með neitt þannig núna, sko. Það er bara, jú, ég er með eitt, sko. Já, ég bað eitthvað djús. Ég vill bara fá því hérna. Jú, ok. Bara á morgun. Á ég að taka það rosalega stað. Já. Þetta er endur ekkert rosalegt á listanum, en þetta er eitthvað svona pæling, sko. Þetta er trún og þetta er ekki ein pæling. Þetta er tilfinning. Tilfinning. Já. Og við sem krumpkallar, við viljum tala tilfinningar okkar. Já. Sko, ég í svona þætti númer eitthvað cirka 5 þá talaður bílslys og ég myndist á vin minn sem dó í bílslysi í þeim þætti og
það er nefnilega eitt sem hann Alli vinn minn sagði þegar að við vorum hvað mest saman þá er ég 18 og hann 20 og hann lifði rosalega svona reckless svona reckless líf það var svona þú veist, hann var ekkert að passa sig sko og hann sagði einu sinni við mig ég heimsótt hann bjó á Akureyri sko heimsótt hann og við vorum að eitthvað að sprella og eitthvað að spjalla og hann sagði við mig veistu það Haukur ég veit að ég við erum að tala um framtíðina ég veit að ég mun deyja ungur ég veit að ég verð ekkert einhver kall og það, þú veist, á þeim tíma það var alltaf bara, þú veist, það hætti sér kjaftaði skilur og svo náttúrulega bara, þú veist sér maður þetta í nýju ljósi þegar að ég fæ þar fréttir að hann hafi farið að keyra með vinnu sinum báðir drugnir einhver þriði vinurinn vildi ekki keyra þá, hann nefndi ekki að fara í vaglaskói eða eitthvað í svona malarvegi og lendislýsi og hann er ekki í belti og hann þeytist út framrúðuna hinn lifir af já, okay. í belti og og þá og ég fór svona ég fór að hugsa svona þetta eftir á sko og þetta hefur einhvern veginn alltaf ekki bara setið í mér sem hvað var að segja óheppilega tilviljun einhvern veginn heldur hef ég einhvern veginn tengt svolítið við þetta af því að ég hef einhvern veginn alltaf átt svo erfitt með að sjá mig fyrir mér í ellinni og ég hef staðið mig ég veit ekki hvort þetta sé normal hjá fólki og kannski fæ þitt input frá þér á eftir en sko ég hugsa stundum bara eitthvað já, ég þarf að geta ágjörð því veist, það er eitthvað fólk að tala með eitthvað 60-an og eða þú veist, ellilífuri eða whatever ég verð dáinn þá þú veist, það er svona fyrsta hugsun og ég fatt ekki alveg sko, þú veist, hvort þetta þú veist, hvaðan það kemur sko hvort það komi frá þessum vini mínum eða þú veist, hvort þetta sé eðlilegt að einhverju leiti, hvort að sumir þú veist, séu bara eitthvað neða þannig víraðir að þeir eru bara svolítið svona þú veist, lífið er bara svona, það er bara núna og þú veist verður ekki að pæli í, þú veist, einhvern veginn elliheimili, þú veist, nei, ég er ekki frá elliheimili sko, þú veist, þetta er bara eitthvað sem ég þarf ekki að pæli í eða sjá fyrir mér, af því að þetta mun ekki vera veruleiki og það er þetta ég sagði þetta ekkert mann við konuna mína sko þegar hún var að segja eitthvað þú veist, svo kannski þegar við erum gömul þá getum við bara, þú veist, ég man ekki hvað það var eitthvað, keftu okkur sumabústaði þessu eitthvað, ég bara, nei, ég held ég verði ekki það gamall sko og hún alltaf bara eitthvað stingi hjartað eitthvað bara, hvað ert að tala um ég bara ég sé það ekkert fyrir mér sko og ég veit þetta hljómar svolítið svona morbid en ég veit það ekki ég bara eitthvað alltaf og stundum kemur á óvart bara eitthvað, veist, þegar ammali eitthvað, veist, bara, veist, hvað er ég að vera gamall hvað var ég senast, ég var 42 í fyrra og þá var ég bara eitthvað, shit maður ég átti ekki vona því en 42, þú veist það er ekkert mjög gamalt sko nei, en ég einhvern veginn bara veist, var ekkert að reikna með því já. sem er alveg fárlegt reyndar breytist þetta svo lítið þegar að ég ákvaða að
eignast barn þarna á efri árum sko, eldgamall kall 42 ára kall með 5 ára barn sko að þá svona þarf maður að hugsa bara eitthvað, þarf að maður þarf að vera til staðar eitthvað viðbót. Ég mun vera 42 ára og eiga 5 ára barn. Já, ok, það var sama tíma. Já. En sko, ég reyndar þegar þú sagði mér þetta, hvað hann sagði þarna vinnuðin, sko að það svona, ég fekk virkilega svona, þú veist, þegar ég man svo vel eftir þessu mómenti. Já. Sátum á rúminu hans inn í herbergi að bjóða foreldri sínum og vorum að hlusta á sko lag sem heitir The Angel and the River með hljómsveit sem heitir Might and Bright og var hans uppáhald var eina hans uppáhaldsljónstinni var Paradise Lost en og svona þetta er áhrifamikið lag og við vorum eitthvað svona að tala fórum eitthvað samræður út af því og hann sagði þetta og svo bara, var það bara einn af hlutunum sem hann sagði og svo einhverjum árum setna kemur þetta og ég fekk bara svona, þú veist, ég fattaði orðatildækið sko kalt og atmynd skinn svo hörund skilur þetta, ég fekk bara svona shit. Nei, ég ætla að segja sko, ég nefnilega man alveg eftir því að vera svona í kringu tvítugt og hugsa sko, ég verð, þú veist ég mun ekki verða gamall, þú veist, ég mun ekki eignast börn og eitthvað svona. Ok. Þá varstu reyndar í ruglinu. Þá var ég náttúrulega í ansið hröðum lífstíl. Já. Og hefði ég ekki stoppað, þá kannski er það alveg rétt, þú veist, að þetta hefði geta orðið. Ég veit ekki hvort að maður einhvern veginn hafi einhverju svona, hvað maður að segja, órætta eða meðvita innsýn í aðstæðu sínar, æfiskoða við. Að maður geti einhvern veginn svona fundi bara, eitthvað með hvernig ég er núna þá, eitthvað. En sko, einpælingin er hvort þetta sé eitthvað svona, bara svona karlæg skamsýni, einhvern veginn. Já, einmitt, eitthvað svona þröngsýni líka, svona sjálfsmið þröngsýni og líka þessi svona, það sem maður sér hjá ungmennum og unglingum, það er þú veist, það er bara ég og það er bara hér og nú, það er ekkert eitthvað eftir 3 ár. Já. En kannski er þetta bara sko kannski er þetta eitthvað trámatengt sko, kannski er þetta af því að krakkar eru þarna sko. Já. Veist, minn 5 ára er sko mamman svo var eitthvað að tala við hann sko eitthvað svona þegar þú verður fullorðin og þá fekk hann það svolítið á heilan sko og var bara eitthvað, þú veist, býttu verð ég fullorðin og hvað þá, þú veist og svo kemur eitthvað svona þú veist, þetta situr svona í honum, hann er að pæla í þessu og stundum kemur eitthvað svona, pabbi þegar ég verð fullorðin má ég þá ennþá eiga heima hér hjá ykkur þú veist, hann er svona og það náttúrulega er kannski ekki rosalega sniðugt fór ég að pæla, þú veist, eftir á eitthvað svona auðvelt að vera vitur eftir á að tala mikið um einhverjum svona hluti við börn því að þau eru bara, þú veist, þau hafa nógu að snúast að vera börn og ég bara, ég segði bara, þú verður alltaf hérna einmitt af því hún líði vel með það, skilur einmitt. Og þú veist, kannski er hluti af þessu er bara að kannski náði ég ekki að vaksa upp úr þessu, sko kannski er ég ennþá bara eitthvað þetta er bara svona núna þetta verður ekki öðruvísi. En ég ætla að spyrja þig, sko ok, þú sér ekki fyrir einhvern veginn að þú munir þurfa að reiða á lífeyri en að því nú er ég endurnýja tryggingarnar mínar þú veist og það eru líftryggingar og það er alls konar ertu þá með mjög háa líftryggingu? Bara eitthvað svona venjulega held ég. Já, ok, að því að á tímabilið þá var ég með alveg brjálæðislega háa líftryggingu ok þú veist, að því að ég bara reikna ekkert með því að bjóstu við að þurfa að nota hana? Nei, ég bjóst við því að maki minn myndi, eða börni mín sem sagt, eða strákurinn minn þá myndi þá allavega að fá eitthvað sko okay. Að því að ég einmitt
og þá var ég ekkert að spóla í verið okkur svona en núna ég að spá í, þú veist, ég bara með bara svona venjulega líftryggingu og svo eitthvað svona spá í hvernig get ég, þú veist, einmitt safnað upp þannig að þegar ég hætti að vinna þá verði lífið einhvern veginn, sko þannig að ég held ekki að ég muni deyja neitt eitthvað geðið snemma, sko en ég á mjög erfitt með tilhugsununa að verða eldgamall kall sem að, þú veist, er farin að missa minnið, ég er endar lungu farin að missa minnið þá er ég að meina að vera bara, sko, ósjálfbjarga. Já, það er hrikaleg tilhugsun, sko. Já, ég þú veist, komast ekki milli staða og vera ósjálfbjarga og vera einhvern veginn. Já, bara missa svona reisn, sko, missa virðingu. Já, og bara vera algjörlega einhvern veginn öðrum háður. Já. Þú veist, og ég sé líka bara fólk sem að er þar eins og sönd fólk hefur verið kringum mig, sko. Já. Auðvitað líður því ekkert vel þannig. Nei. Þú veist, og öllum í kringum það fólk líður frekar illa, sko. Já. Þannig að já, það er ekki eftir svona vert að missa heilsuna og vera þar, sko. Nei. En já, þetta eru djúpa pælingar. Já, þetta er náttúrulega trúnó, sko. Og ég er að segja það, þú veist, þetta hefur einhvern veginn alltaf svolítið svona fyllt mér og ég er ekkert eitthvað meðvitað að hugsa þetta, heldur bara þegar kemur eitthvað upp svona eitthvað, bara eitthvað, þú veist, maður geggjað eitthvað fólk sem er að hugsa eitthvað svona, og svo bara þegar ég verði x gamall, þá ætla ég bara að kaupa hús á Spáni og bara flytja og ég bara eitthvað, aldrei pæltin er þannig, ég verði ekkert x gamall og ég bara veit ekki hversu mikið hversu algengt það er að fólk hugsi svona. Já, hvort að ég sé bara einhver hluti af einhverjum 30% eða 0,3%, sko, þú veist, ég bara átta mikið það. Nei, þú veist, eina sem ég hugsa er bara hvernig gast ekki greinst, sko, nálagt í að vera með þunglindseinkenni? Ég? Já. Já, núna? Já, því að þú tókst eitthvað test. Já, en ég var, sko, fyrir löngu síðan, þá var ég á þunglindslyfjum, sko. Bara í gegnum heimilislækni, sko. Ég tók kvarðapróf og eitthvað og var látum prófa það og mér fannst það ekki breyta neinu. Nei, ok. Já, og ég er alveg með svona þunglindis tendensa, skilur við og þetta er rosa svona bylgjótt hjá mér. Já. Þannig að, jú, það er mögulega eitthvað annað en innan marka. Mögulega myrkur þarna. Já. Myrkur í hófi, viltu meina? Já. Já, ég allavega tengd aldrei við það að vera kvíðin að þunglindur, sko, þang til að hafa mælt með því að ég myndi taka einhverja töflur. Já. Nei, ég er ekkert að segja það um þig. Ég bara, ég velti því fyrir mér. Getur þetta tengst, sko, því að nú veit ég ekki nákvæmlega hvað þunglind er og hvernig það byrtist og hvernig það virkar á hvernig maður hugsaður um framtíðina, en ég veit allavega að það hefur einhver áhrif á hvernig maður hugsaður um framtíðina, sko. Já. Það er svona fór að hugsa þetta, sko. Það er alveg pæling, sko. Já. Þetta með alla vinn minn, sko, það var svolítið öðruvísi, sko. Hann var einhvern veginn bara hann var bara alltaf vissum að hann myndi deyja bara mjög ungur. Þú veist, mér minnir ég að tala við hann einhvern tímann aftur um þetta, bara eitthvað, hvað meinar með eitthvað, þú veist, og þá var hann bara, þú veist svona, þú veist, þetta er bara tímaspursmál, sko, hvenær ég dey, sko. Já, ok, hann var bara samfærir. Hann var alveg svona, hann var mjög sérstakur karakter, sko. Ok, en hvernig, þú veist, að því að nú ert þú, sko, ég ætla að segja að þú sett svona rigid vísindaþengjandi maður. Hárrétt. Og eitthvað svona yfirnáttúrulegt, eitthvað handan þessa heims, skilurðu, bara, nei, eitthvað. Já. En á sama tíma ertu mikill svona náttúrumaður og svona finnir eitthvað kraft og eitthvað. Ekki satt? Hughrif og næringu og í náttúrunni. Já. Ég ber óttablandna virðingu fyrir náttúrunni. Já. Og mér finnst, sko, það er greinilegt að þetta er kvöldþáttur hjá okkur.
Við erum aldrei svona hérna á mótnana sko. Nei. En já, það sem ég ætla að segja er sko, ég held að þetta snúist aldrei meir það að mér finnst Guð verið í náttúrunni, móðir jörð og bara, þú veist, hughrif sem ég verð fyrir á mörgum stöðum í náttúrunni og bara horfa til stjarnana, hugsa sko árin sem að tók ljósið að berast frá þeim til mín, hugsa þessar sko stjarnfræðilegu stærðir í kringum mig. Mér finnst þetta vera nóg, mér finnst þetta hafa þau áhrif á mig sem ég ímynda mér að fólk sæki sér í engiðist trúarbrögð eða einhverjar hvernig maður orða það einhverja trú á yfirnáttúrulega hluti. Ég bara, hvað að segja, kannski er ég bara svona einfaldur, en ég fæ bara nóg út úr þessu, þú veist, og þetta er náttúrulega kannski það sem að heiðni er að mörgu leyti. Það er bara trúin á móðu náttúru, og þá ekki að tala um trú sem engiðistrú, þú veist, engiðistrú og fjölgiðistrú er bara tvennt mjög ólíkt. En já, bara svona þessi, bara finna þessa lotningu fyrir fjöllum og fossum og fuglum og svo framvegis sko. Það, ég fæ bara heilmikið og að mínum að þið nægilega andlega skástrík trúalega upplifun úr þannig aðstæðum. Já, ég veit ekki almennilega hvert ég var að fara með þetta heldur að því að sko en já, Richard vísindalega já, nei, bara með alla vinðinn, skilur, sem að er dáinn og þú verður fyrir einhverjum hughrifum þegar þú talar um hann já. Þú veist og það er einhver tenging við hann já. Sem þú upplifir þegar þú rifjar þetta upp og talar um þetta við minningunum hann já. Þú veist, hvernig hugsaður um dauðan? Hvernig hugsa ég um dauðan? Þú veist, nú er hann dáinn. Já, ok. Ég veit ekki alveg hvort þú ert að fara en ég tala bara og þú spyr mig. Já. Sko ég hef ekki nokkra trú á því að það sé neitt eftir dauðan. Við erum í þessum hylgjum sem einhvers konar meðvitund, sem einhvers konar taugaboð í heilum svo kemur bara að því hjá okkur öllum að það er ekki, það slöknar og það er búið. Við lifum áfram í sögum og minningum fólksins okkar og það er það eina sem ég get sagt að sé einhvers konar líf eftir dauðan að mínum mati. Þetta endurspeglast í háamálum með bara deyr féti eða frendur, deyr sjálfur þið sama en orðstýr deyr aldrei hvem sér góðan getur. Þá þannig bara að vera að tala um orðsporið okkar og við skiljum eftir okkur jú, nú til dags ljósmyndir og myndbönd og minningar og við verðum alltaf hluti af fólkið okkar hefur vonandi tekið að besta úr okkur, það er þessi eftirlifendur og vinnir. Það er bara eftirlífið fyrir mér. Já, einmitt. Nei, ég var ekki með neitt point, sko. Ég var bara eitthvað að hugsa þetta og ég var líka kannski að hugsa þetta, ég var ekki beint að hugsa um dauðana, en sko ég var eitthvað svona að velta fyrir mér bara hversu nálægt því við værum að geta teleportast. Núna misti ég alveg af þér. Bara hversu nálægt því erum við að geta bara teleportast á milli staða.
hversu nálægt erum við að geta farið eitthvað bara gert eitthvað sem óhugsandi í dag vísindalega séð. Þú veist að tala vísindalega séð. Já, vísindalega séð. Sagt, hversu langt erum við frá því að geta búið til Þorstein Vaff Einarsson úr samyndum sem eru staddar ekstar annar staðar og fært meðvitund þína og allar menningar og allt með þér. Já. Svarið ég veit það ekki. Nei, ég fór bara að pæla. Ég myndi giska á að þetta sé með öllu ómögulegt. Ég held sko fræðilega séð þetta er ekki að fara að gerast í nánustu framtíð, skilur, en að því ég fór bara að hugsa við erum ekki hylkið sem við erum í, skilur. Nei. Þú veist, við erum, ég myndi segja að við værum í mesta lagi heilin okkar. Já. Ok, og heilin okkar er líffæri sem að... Ég meina persónuleiki, minningar og allt þetta eru í grunninn bara taugabrautir í heilanum á þér. Já, og við skiljum heilan eiginlega ekki neitt. Miðað við margar aðra vísindagreinar þá vitum við óskaplega lítið heilan. Þannig að þess vegna er ég veltaði fyrir mig, sko, ok... En samt alveg helling. Já, auðvitað vitum við eitthvað, en ég er að meina, við vitum samt, þú veist, við getum ekki, það var eitthvað sem ég sá daginn, við getum ekki alveg láta okkur á því hvernig við finnum tilfinningar, þú veist, það var eitthvað þannig, eitthvað svona geðveikt common shit og við bara vitum ekki alveg hvernig þetta virkar. Ok, bara reiði eða eitthvað. Nei, bara hvernig finnum við tilfinningar? Þú veist, hvernig... Í heilanum? Hvað er að gerast í heilanum? Já, þú veist, hvernig, eitthvað, þetta var eitthvað svona, bara eitthvað svona alveg, og þegar ég las þetta var ég, eru ekki búin að sína fram á það? Allavega, þá fór ég að hugsa, ok. Þegar ég var að kenna vísindi þá var oft talað sko, svona þrennt sem við vitum skammalega lítið sko. Já. Það er hafsbotnin, heilin og geimurinn. Já, einmitt. Ok, þannig að það er alls konar sem við vitum ekki og við vitum bara hvað þróunin, sko, það er að tala tækniþróunin hefur verið bara ruggluð. Þú veist, bara frá einhver interneti skilur í Wi-Fi bara tengd allstaðar og í gerfigreind og eitthvað. Mér stundu gaman bara að fara svona langt með hluti, sko, og þá er ég veltaði fyrir mér, ok, hvað því til fyrirstöðu að á einhverjum tíðanpunkti í mannkynns sögunni ná að kompressa hann heila bara þannig að það er ekkert raunverulegt af því að við erum alveg komin þangað að lifa bara einhverjum svona sýndarheimi þá er að tala bara í gegnum síman okkar og veistu, í gegnum jafnvel bara virtual reality, skilur að við fyrum alla leiðina þangað og bara við erum ekki neitt þar að segja hylkið, líka minn heldur við erum bara í ykkur hylk ok, klukkan að vera 2 og við erum bara eins og í þú veist, það er náttúrulega sko, bíómynd, já, ég veit sci-fi og vísindaskaldskapur er ekki bara vísindar, þú veist að þetta er fræðigrein sem bara er basically bara sci-fi pælingar, sko Nei, ég veit ekkert það okay. Ég er bara fabúlera og að við værum hylki og þar að leiðandi þá get ég lifa lífinu og ég get bara teleportast og lifa öðru lífi og bara vera öðruvísi og breytum form eða bara fengi annan líkama og bara fært þína meðutund og minningar og persónuleika yfir í hann og svo haldi bara áfram með eilífu lífi já sko það er sennilega bara mjög margt sem að er fjarlægara en það þýðir ekki að það sé að fara að gerast Nei þetta er bara svona lögulegt pæling ég meina, þetta er ekki einu sinni það galin pæling, sko þú veist ímynduð er bara 2 kalla að taka upp podcast árið 1317 þú veist bara heldur að þeir séð eitthvað af þessu fyrir sem að þessu kjaftaði sem við erum búin að vera að gera hérna síðustu 20-100 ára Nei, en formið á þeim sem einstaklingum er samt sama okkar að það sem að ég held að muni umturnast okay. Ég held það ekkert ég bara er að ímynda mér Þú veist að fabulera að maður væri mögulegt vissulega Herðu, já, ég held að við þurfum að fara Við fórum hérna úr sko
við fórum hann úr Trúnó yfir í heimspekis lífsspekihotnið yfir í sci-fi cyborg hotnið. Já. Takk fyrir það. Já. Það er komið að hlustanda dagsins. Og hlustandi dagsins Þessi mið er búin að koma. Ég hef óvart sett hann í pokan. Aftur, sorry. Þessuna eru svona margir miðar hana. Þetta er aldrei komið fyrir áður. Sko, þetta er hún Marja Hjálmtýsdóttir sem spyr þessi gamall, ég man, það er langt síðan skrifa þetta. Hver er markhópurinn ykkar? Og ef þið ákveðuð að breyta markhópnum ykkar í konur 50 ára og eldri, hverju myndið þið breyta og af hverju? Fyrir hönd kvenna 50 plus Marja Hjálmtýs. Hvað er þessi spurning? Hver er markhópurinn ykkar? Ef að fara út í það? Sko, markhópurinn okkar er allt fólk sem hefur áhuga á að pæla í samfélaginu okkar og jafnrétti og jafnvel er tilbúið til þess að ræða svona mál, gera mögulega eitthvað í því að ójafnrétti sé við líði, aldur og kyn kom aldrei fram í einhverjum pælingum hjá okkur. Sko, en ef við ætluðum að breyta markvörnum okkar í konur 50 ára eldri, ef það var bara fókusun okkar, við viljum bara að konur yfir 50 hlusti á þættin okkar, hverju myndum við þá breyta og af hverju? Sko, ég ætla að segja sko markhópurinn minn, þar að segja targetgrúpan mín, bara með öllu sem ég geri, eru kallar. Eru kallar sem að hafa áhuga eða eru krafðir að axla einhvers konar ábyrgð á sínum viðþróma hegðun. Og þú veist, og það hefur bara alla tíð einhvern veginn verið svona targetið. Þú veist, mér langar að ná til og eiga samtal og einhvern veginn hreyfa við. Og þannig hugsa ég tvo kalla að við værum að beita annars konar nálgun heldur en ég hef verið að gera til þess að ná til hóps kalla 20 til 70 ára. Hins vegar hef ég ákveðna einsýn hafandi séðum Instagram-sið karlmennskan og vera upptekin að tölum og hlustenda pælingum að þá hefur ef maður tekur mark á Instagram þá er markhópurinn bara það sem er konur 70% þú veist, bæði hjá tveimur köllum og hjá karlmennskunni. Við erum alltaf að reyna að gjörsamlega fókusa á kallmenn en 70% hlustenda eru kvenmenn. Reyndar eru sko hlustendur samkvæmt tölunum sem ég sé þar þá eru kynjahlutullin óvenju jöfn með við allt sem ég hef gert. Þar eru við með jöfn í hlustendatölum hlaðarpsins. Þar eru við með svona 60-40 60 konur 40 kallar. Það er rosas hátt hlutfall og enginn af öðru kyni. Nei, það er ekki tilgreint en hér er það 70-30 semst á Instagramin okkar. Það er 70-30 stærsti hópurinn okkar er aldurshópurinn 35-44 ára. Það er 50% það er bara okkar aldur af fylgjendum okkar og semst næst stærsti er 25-34 ára og þriðji stærsti er síðan fyrir ofan það 45-54. Þannig að með öðrum orðum það má eiginlega segja að óvart markhópurinn okkar er 40 konur 50 konur er þetta sem að Marja Hjálmtýs er að spyrja og það virðist vera þær og aðeins yngri konur sem að laðast að þessu kontenti. Nú erum við að fara að svara spurningunni samt sko. Ef við ætlum að breyta markhópnum okkar í bara konur 50 plus við myndum ekki hverju myndum breyta? Við myndum ekki breyta neinu af því að til þess að ná rúmlega 50 konum inn þá ámaður að fókusera á yngri kalla.
Nei, og mistakast. Nei, sko, ég held með að við bara mína reynslu, þá það að vera ég reyndar held að við getum kannski náttúrulega stærri hóps ef við værum ekki að tala það sem við erum að tala Já. En ég ekki endalega vissum að við myndum ná til sko fleiri á 50-aldri Veist hvað við? Nei, einmitt. En við myndum kannski, þá ég að tala ef við værum eitthvað svona, já, ég veit ekki, ein pæling eða eitthvað, skilur við þá kannski værum við að ná til 20 sjómla Já. En ég veit það ekki, sko það var ekki spurningin Nei. Ég veit ekki hvort þú María verði ánægð með þetta svar Nei En okkur er sem sama einhverjar 50 pluss konur Einhverjar gamla kettlingar Já Okkar stærsti hlustendahópur Ég veit ekki hver ég myndi að breyta ég veit. Nei, ég í alvörun að segja það Ég Að veit breyta engu Nei Það samt Ég meina af hverju í fjandanum allar þessar konur að hlusta á okkur Er það ekki bara að vona að Má ekki klára Nei, við erum kannski bara að klára þetta í hópnum okkar á hérna Facebook Já. Við erum með umræðu hóp Já. 2 kallar Það geta allar þessar gömlu kettlingar sem að hlusta Þeim rignir svo leiðis Já Nei, ég meina okkar svona, hvað ég segja svona, ég ætla að segja sterkustu hérna ástarjátningar eru frá konum sem eru komnar yfir 50 Það er enda rétt Svona okkar helstu aðdáendur Það er að segja fólki sem að sko Já, lætur eiginlega bara heyri í sér eftir hvernig næsta þátt Já, eða Það er rosalega mikið svona 40 pluss 50 pluss konur Já Það er alveg hellað Einstaka kallar Já Ég láta okkur heyra það ef að þátturinn er ekki komin bara fyrir klukkan 10 Það er íðilega vikuna þeirra Já En hérna Já Gaman að þessu Er það? Það ekki? Já Já Viltu heyra aftur hérna introið okkar? Þú ert að hlusta á 2 kalla. Shit, hvað þetta er skemmtilegt Já Ha? Akkur ert að spila introið í lokinu á þetta Mér bara dattaði í hug Bara frábæri hugmyndið þér Takk fyrir Ég er bara svo spenntur að heyra aftur hérna Gísla segja sko Við ættum eiginlega að eiga svona Og hér kveðja þeir 2 kallar Ég veit ekki hvort fólk sjáu hérna sem er að horfa en Haukur Bragason Ég er að sína hvað klukkan er, hún er hérna 1:39 nótt Og Þorsteinn Vaff Þess vegna var þetta svona Þorsteinn Vaff Einarsson og Haukur Bragason. Þetta Klappið er mér hinn upp og hald partur sko Já Herðu, ertu að menna að við erum að fara heim að sofa núna? Ég held að sé komin tími á okkur sko Ég er að fara að vakna eftir Nefnum vilji ræða Sitjum saman í bílnum að ræða meira trúarbrögð og yfirnáttúrulega hluti og teleport pælingar Nei, mér finnst ekkert mjög gaman að tala svona abstrakt hluti svo sem en hérna en það sem það væri gaman sko er að fá umræður inn á umræðuhópinn hann er meira svona í bjóðan til í gæri eitthvað Já, við vitum heldur ekkert hvert við erum að fara með honum þannig að þið sem eru að hlusta þið ráðið því bara eiginlega gerið þið bara við að segja viljið við þetta við komum að inn og bullum eitthvað Já, þetta er nefnilega bara rugl núna sko Já, og svo kannski mótar þetta einhverja svona stefnu og svona, við sjáum, já, það er sniðugt að gera þetta og sniðugt að gera þetta, þá bara gerum við það og ef við hættum að fíla það, þá bara hættum við því Já, ég menna, ég er nú vanur því að hætta með hluti Já og byrja með nýja hluti líka Já Ég er svolítið í því Já, og hætta að segja með þá Já, svo byrja með eitthvað annað Áttirðu vona að myndi ná 40 þáttum eða? Það er næsti þáttur 40. Sko miða við hvað við erum rigid þá já sama hvað þá hérna þú veist nema eitthvað bara myndi koma upp á sko þannig ég sá það fyrir mér auðvitað það sem að þú sér fyrir þér að vera gamall Það er bara eitt þáttur einu af mér sko Það? Já, svo veist taka upp í næstu viku ég verð dáin þá